Kæru gestir og borgarfulltrúar, fulltrúar fjölmiðla og fjölmiðlingaráð. Ég ætla að setja þennan sameiginlega fund fjölmiðlingaráðs og borgarstjórnar með þessum orðum mínum. Og yfirskriftin Kastljós fjölmiðla á flóttafólki, innflytjendum, hælisleitendum og fólki í leit að alþjóðlegri vernd. Og eins og við sjáum þá höfum við varpað hér upp dagskránni og fyrstur á mælendaskrá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Takk fyrir ágæti forseti og fjölmenningaráð, fulltrúar fjölmiðla. Gaman að vera með ykkur og velkomin á þennan sameiginlega fund borgarstjórnar og fjölmenningaráðs. Þetta í annað sinn sem við komum saman á þessu vettvangi ásamt fjölmenningaráði sem hefur það hlutverk að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum til ráðgjafar málefni og hagsmuni innflytjenda. Þess má geta að vettvangi borgarstjórnar að nú í haust var settur á fót stýrihópur sem vinnur að mótun heildstæðra stefnu í málefnum innflytjenda og flóttafólks. Honum ætlað að kortleggja þá þjónustu sem nú veitt innflytjendum og flóttafólki af hálfu borgarinnar og gera hana skilvirkari og skýrari. Þessari vinnu á að ljúka næsta vor. Reykjavík og vill vera borg fjölmenningar. Það sem lýtur að þjónustunni eitt af því sem skiptir máli í að gera það vel. Við erum líka í alþjóðlegu samstarfi borgar sem að vilja leggja sig fram að vera góðar fjölmenningaborgir. Og hlut af því líka að leggja áherslu á að efla þann mannauð og þau tækifæri sem felast í því að vera fjölmenningaborg. Og sú vinna sem núna fer fram og stefnumótun liður í því. Það ekki annað hægt en að vera hugsi yfir umræðunni í heiminum, yfir bandarísku forsetakosningunum, yfir fjölda þingkosninga í Evrópu, þegar fjölmenningar annars vegar. Fyrsti fundurinn sem við héldum með fjölmenningaráði var raunar í skugga voðaverkan í París, skelfilegra grimmdarverka þar sem saklaust fólk lá í valnum og voðaverk af því tagi hafa verið því miður allt of algeng og verið áberandi í umræðunni. Þau hafa hins vegar líka verið notuð til þess að ala ótta og sundra fólki, gera fólk tortryggi gagnvart nágrannanum og ég held að það verði að nefna þessa hluti og ræða þá því að það getur verið freistni í því til þess að ná völdum eða athygli að sá fræi tortryggni í garð ákveðinna hópa eða trúarbragða og þannig búa til í raun gervimynd eða skakkamynd af því hvað samfélagið og hvernig við þurfum að búa og lifa í samfélagi. Það nefnilega alltaf áskorun að vera manneskja. Það alltaf áskorun að búa innan aðra, hvort sem það nú bara á heimili eða í samfélagi þar sem sjónarmið, hagsmunir, skoðanir, viðhorf ólík, að ekki sé talað trúarbrögð. Og ef við reynum að einfalda myndin af því að þá getum við sáð og búið til tortryggni, ekki síst í garð þess óþekkta. Sagan geymir auðvitað mjög mörg dæmi slíkt, en þetta viðfangsefni sem við þurfum að takast á við í samtímanum og daglegum veruleika okkar og barnanna okkar og foreldra okkar líka og eldri kynslóða. Það ótrúlega sjaldan talað það, en saga Íslands þegar kemur að móttöku flóttafólks að mörgu leyti sorgarsaga. Íslendingar voru meðal þeirra þjóða í seinni heimsstyrjöldinni sem að beinlínis sendu gyðinga af landi brott í sumum tilvikum út í opinn dauðann og við tölum eiginlega aldrei þetta eða hvernig ályktanir við eigum að draga af þessum kafla í sögu þjóðarinnar.
Þessar ákvarðanir voru ekki teknar af einhverju handahófi heldur bara ráðherraskrifstofum á æðstu stöðum. Og ég held að það þurfi hins vegar engum að blandast hugur svona almenna viðhorf almennings þegar kemur að því að axla okkar ábyrgð á þeim mikla flóttamannavanda sem í heiminum. Almenningur hefur ítrekað sýnt mikinn stuðning við að taka við fleira flóttafólki og gera okkar því að núverandi staða er svo við gerum býsna lítið ef við berum okkur saman við ýmsar aðrar þjóðir og þurfum þar ekki endilega að bera okkur saman við það sem gera mest eins og þjóðir á Svíja, heldur bara aðrar þjóðir almennt. Það er ekki sem talað næstu nágrannaþjóðir við stríðsátök hverju sinni. Ég vildi nefna þetta hér þó að meginkastljósið á þessum fundi sé á fjölmiðla og umfjöllun flóttafólk, hælisleitendur og fólk í leit að alþjóðlegri vernd. Ég nefni þetta hér og vil í raun, þó ég vilji sannarlega beina orðum mínum að fjölmiðlum, og þá held ég að það sé þáttur í nýja umhverfinu og við þurfum að átta okkur á því að með tilkomu samfélagsmiðla og hinna miklu netsamskipta að þá svo umræða sem áður kannski fjallaði fyrst og fremst ábyrgð fjölmiðla á umræðinu hlýtur að snúa að ábyrgð okkar allra á umræðinu í samfélaginu. Vegna þess að við erum á svo margan hátt sjálf þátttakendur í því. Ekki bara inn á heimilum eða á fundum heldur líka opinberlega á Facebook síðum, Twitter og svo framvegis. Þannig að einstaklingar eru hver með sínum hætti fjölmiðill í raun og veru og ábyrgir sem slíkir. En fjölmiðlar skipta enga síður gríðarlega miklu máli, bæði hvernig fréttir eru sagðar en líka hvaða fréttir eru sagðar. Og mér finnst það vel til fundið af Fjölmenningarráði að eiga þessa umræðu hér og því að það er hægt að fjalla svo margt. Ég vil til dæmis bara nefna, þó að það sé ekki einungis fjölmenningamál og í raun hrósa Spegli Ríkisútvarpsins fyrir umfjöllun þeirra Breiðholtið undanfarnar vikur. Í kjölfari raun svona mjög dramatíska, eða með svona framsett mjög dramatíska skýrslu sem unnin var fyrir Rauða krossinn hefur Spegillinn í raun dregið fram margbreytileika og styrk hins stóra fjölmiðlahverfis Breiðholts með margvíslegri umfjöllun þar sem að hver af öðrum hefur stigið fram og fjallað það sem að í gangi raunverulega og á bak við statistíkin og tölurnar í Breiðholti. Og ég held að umfjöllun á borð við þá geti verið góð fyrirmynd fyrir hvað við þurfum í raun að fjalla margt en ekki eitthvað eitt þegar fjölbreytni, fjölmenning og hið fjölbreytta samfélag okkar annars vegar. Þar eru viðfangsefni, þar eru vandamál og við eigum að vera metnaðarfull í að takast á við þau og vinna að góðri þróun samfélags fyrir alla sem er opið, umburðarlynt. En við þurfum öll að vanda okkur. Eins og í þeim vanda að vera manneskja og góða manneskja. Þetta er jafn flókið en samt ekki flóknara. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næsta mælenda